Þetta myndband fjallar eignarfall nafnorða og myndun þess. Líkt og í öðrum tungumálum þá eignarfall notað til að lýsa því sem einhver á. Dæmi, Dan's cup, bollinn hans Dans. Almenna reglan sú að nafnorð í eintölu myndi eignarfall með því að bæta við sig úrfellingamerki og s í endan. Þetta á við persónur eða aðra lifandi verur, landfræðilega staði og stundum tímaeiningar eða aðrar mælieiningar. Við skulum skoða dæmi til að sjá þetta betur. Hér dæmi persónu, Emma's football. Þarna bætist úrfellingamerki og s á eftir Emma. The dog's collar. Þetta önnur lifandi vera og þá bætist s fyrir aftan orðið dog. Landfræðilegi staðir eins og lönd, eins og til dæmis Japan's history, þar sem að s bætist fyrir aftan nafnið á landinu, og tímaeiningar eins og today, þá við með today's newspaper. Til gamans langar mig að benda á að í ensku heitir úrfellingamerkið þessu skemmtilega orði apostrophe, ekki apostróp eins og mann langar til að bera fram, heldur apostrophe og þannig ritað það í málfræðiheftum á ensku. Á þessari reglu eins og svo mörgum eru undantekningar. Þær helstu eru að ef að nafnorðið endar á s í eintölu, bætist bara úrfellingamerkomman við. Dæmi, Lucas orð sem endar á s í eintölu, þannig að úrfellingamerki það eina sem bætist við, en þetta samt sagt Lucas's book. Önnur undantekning að nafnorð sem enda á s í fleirtölu bæta einnig bara við sig úrfellingamerkinu. The Singers margir söngvarar og endar á s, verður því The Singers' voice. Þarna berum við það fram The Singer's voice, ekki The Singer's voice. Í vissum tilvikum ekki rétt að nota þessa eignarfallsmynd. Við notum hana til dæmis ekki með dauðum hlutum. Þess í stað notum við myndina of, orðið of. Dæmi, the title of the film í stað the film's title, af því að the film dæmi dauðan hlut. The leg of the table í staðin fyrir the table's leg, af því að the table dauður hlutur. Ég vona að þetta myndband hafi hjálpað þér. Góðar stundir!